Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Okay. Við að taka, hérna, ég með tebolla, hér kertaljós og kósí og það með svona jólatrí. Og flauta, þetta mjög kósí hjá okkur. Dóra, Já. sástu mikið sem ég byrti á okkur þar sem við erum bara að reyna að vera teknilega. Já, tækni. Nei, þarna, nei, það sem ég byrti Það það. sem þú vart að tala um Já, ég bara, búið að sjá. Nei, vá, hvað þetta vont tæknilega. Ég byrjuði að taka, sko. Já, Þurfum að deila meira svona á samfélagsmiðla. já, við þurfum að gera það. Og ég mjög léleg því og ég að vona að þú myndir eitthvað bara massa það. Já, ég skal reyna að massa það. Og getur þú taggað mig þannig að ég geti gert share story. Já, Júlía þarf þá að kenna mér það. Já, hún þarf að gera það. Því ég ætla að reyna að Mér share. börnin okkar ekki nógu dugleg. Þau byrjuðu, þau höfðu áhuga fyrst. Já, þau voru að missa þess að áhugann. já, þetta ekkert mál og mikið talpaði með þetta. Já, Svo, þú veist, ef ég að byrja þá svona eins og maður sé að taka þeim handlegg. Mér finnst þetta ekki alveg nógu gott. Heyrðu í mig, Júlía! Nei, hún með eitthvað í eyrun. Aldrei í manni þessi börn. Nei, Veitu hvernig maður að tala, Halldóra, þegar maður að tala um börnin sín? maður að tala við sjálfa sig. Þetta maður bara að tala við sjálf sig. Já, af því að þau eru við. Ég veit það. Já. Þau eru rosalega mikið við. Herri, ég ætla að segja hvað Jóki Teð segir við mig. Já, hvað segir ég ekki til? Ask yourself, Mhm. who am I and what am I doing? Já, vá. Wow, who am I? Hver ég og hvað ég að gera? Ok, en segðu mér, Dóra, hver ertu? Þetta hef ég nefnilega aldrei geta svarað þessu. Prófaðu. Nei, ég hef prófað að segja. Eins og sagði ég veit mann sem var eitthvað svona, einhvers konar sálfræðingur eða eitthvað þannig og ég verið svona tíma hjá honum. Og hann spurði mig, hver ertu? Og ég hugsaði, og ætla ég að segja það sem að ég hefði átt að segja. Síðast þegar ég var að spurði það sem þá sagði ég eitthvað annað. Að segja það sem að mér fannst ég ætti að segja og sagði ekki. Þannig ég sagði, ég ljós. Nei. Þannig að hann sagði að Það ég er svolítið skrítið samt að biðja þig að segja hver þú ert Já. og svo þegar þú segist vera ljós, þá segir hann nei. Já. Hvernig getur hann vitað hver þú ert? Nei, svo útskýrði það fyrir mig leikreglunar. Ég átti í raun að segja eitthvað svona þrennt sem ég væri. Ég hugrökk, ég skapandi, ég heiðarleg. Þetta, ég held að það hafi verið þessi 3 orð sem að ég er það. Ég veit það. Já. En svo þegar ég lærði að gera, eða við byrjum að skoða human design og þá fattaði ég að hérna personal center sem í hjartastöðinni, þar sem að maður hefur tilfinninguna fyrir því hver maður það til dæmis opið hjá mér. Og það stendur í human design að þeir sem eru með það opið, þeir hafa í rauninni aldrei svona konstant tilfinningu fyrir því hverjir eru. Er þetta ekki opið hjá mér líka? Jú, líka opið hjá þér. Já. Og þetta var Þetta frelsandi fyrir mig. En er þetta kannski algengt hjá leikurum? Þess vegna þú svo auðvelt með að leika með fólk? Já, örugglega. Þetta Þetta mjög gott af því að þegar maður með þetta svona opið, þá í rauninni hlustar maður inn í karakter þess sem maður hjá mann og byrjar að dansa eftir hans, maður pikkar upp hans persónuleika. Já, og svona víbrasjónuna frá hinni manneskjunni. Já. Ok, Woody Allen reyndi að gera mynd þetta sem hétt Selig. Já, einmitt. Sem var mann sem bara svona rann saman við alla sem hann umgækst og hitti. Já. Þú veist, þetta var mjög en sko fyndið. það ég veit alveg hvað átt við, maður svona stillir sig inn á bylgjulengd þess að maður tala við, en ég fer ekki í svona þóknun, ég fer ekki að reyna að vera eins og fólkið. Nei, hann var útskýrt eins og ef að þú kemur og í þér eitthvað svona lag, þú veist bara da-ri-ri-ri-ri, þá svona pikka ég upp lagið sem að syngjast inn í þér. Aha. Þannig ég fer kannski eins og í sömu svona
einmitt. Tíðni, Já, einmitt, eða ég fer að syngja lagi sem þú ert að syngja til þess að ná, ósjálfrátt fer ég að gera það. einmitt. Til þess að ná betur sambandi við þig, eða ég á auðvelt með það. En er þetta þá ekki bara að vera svona a good communicator? Jú, Að svona, og svo eru hvernig á að svona búa til bara svona góðar aðstæður fyrir samtal og samskipti? Ég held að við séum báðar ágætar í því. Ég held að við séum báðar, þú veist að þá kemur út eins og við séum með mjög öfluga speilfrumur. Heyrðu, en þú ert mjög sæt í dag. Takk fyrir það. Og fyrir þá sem að sjá ekki, Dóru núna, það er út að gera eitthvað nýtt við hárið á þér. Heyrðu, já. Já. Ég sem sagt setti svona olíu í hárið á mér í En það er líka morgun. hvernig þú ert búin að greiða, taka svona hluta af því aftur. Já, ég setti svona spennu hérna neðla því ég nefndi ekki að vera með hnútin upp á hausnum sem ég er búin að vera með í 400 ár. Já, 470 ár. Já, ég er nefnilega verið að hugsa um þetta með, ég er nefnilega með svona hnút á hausnum. Það er nefnilega að því þegar maður er leikari þá er maður oft, heldur maður hárinu síðu, þannig að leikhúsi geti ákveðið hvað á að gera við hárið. Og þessi hnútur, ég er svakalega leið á þessum hnút. Já. Og ég veit að ef ég blæs á mér hárið sem er stundum gert fyrir einhver hlutverk eða eitthvað svona, þá er ég mjög svona glæsileg. Ég veit það. Og hérna, en mér finnst alveg óboðslega leiðilega hugmyndir það að ég fara að blása á mér hárið. En þú veist að það er alveg sko, hérna, konuklúbbar í Reykjavík sem hafa áhyggjur af því að þú viljir ekki lita þér hárið. Já, kannski ekki klúbb. Ég hef stundum verið spurð, hún er nú vinkona þín, hérna hún Halldóra ekki satt. alvöru. Og ég segi, já, við erum æsku vinkonur. Já, hún var svona snemma grá og ég segi, já, hefur hún aldrei viljað lita á sér hárið? Og ég heyri í spurningunni, af hverju vill hún ekki bara vera eins og við sem litum á okkur Já, hárið? Af hverju vill hún vera gráhærð? Nei, Lolla hefur oft sagt mér frá þessu að konur hafa áhyggjur af mér. Af því ég lít ekki á mér ég hárið. meina þarna færi bara staðfesting á því, sko. Já. Bara ókunnuga konur út í bæ. Ég meina, konur hafa hafa oft ekki- spurningu Já. þetta, líka um Nei, þig. meina, það hefur kona bara þegar ég var fertugt. Þú byrjar alltaf grána mjög snemma. Já, bara upp úr 20. Vá, alveg rétt. Og svo er ég með, notaði ég svona lokk upp á hausnum í kringum 30 sem var svona viðmið í skiptingum þegar ég var í leikhúsinu og svona. Og fyrst var þetta bara svona framalega og ég er sko ekki eins grá aftan á. Nei. Ef ég tek aftur í hnút þá er ég hvíthærð, Já. af því að framhárun er öll hvít, en hnakkin er ansi dökkur eða þá sko. En þú hefur aldrei nefnt að lita þig, þú hefur aldrei... Ég hef gert það, ég var klippt stutt fyrir fanga sjónvarpsþættina og ákvað að halda mig dökkhærðri og það er bara leiðilegasti vetur sem ég lifa því að mér fannst svo asnælt að spreyja svona í rótina á mér, mér fannst svo ljótt þegar kemur rót og ég þoli ekki að dúpa. Þú veist að fara á hárgreiðslustofu og láta, mér finnst þetta taka svo mikið tíma úr lífi mínu og ég sé þetta ekki sem sko quality time. Að fara á hárgreiðslustofuna, panta, láta dúpp í rótir og þetta. Sko ég myndi helst vilja láta svæfa mig áður ég fyrir á hárgreiðslustofur. Mér finnst það svo óbærilega leiðilegt og það er ekki það að sko mér finnst bara hárgreiðslu fólk bara alveg fyrirmyndar manneskju. En mér finnst sjálfur svo leiðilegt að sitja í stólnum og láta gera eitthvað svona við mig að sko og skipuleggja það, ákveða að gera það á 2 vikna fresti að því að og svo kostar það pening og ég meina ef þú ferð á 3 vikna fresti þá ertu búin að vera að spreyja í viku og þetta sprey sem er sett í rótina þetta er svo mér finnst það alveg sko mér finnst það síðast það breytist í röddin þegar þú talar um þetta já, mér finnst þetta svona mér finnst það einhver ferða ekki í rúmfötin líka? Jú, og það er bara einhver típa inn í mér, partur af mér sem finnst þetta svo hallærislegt. Já, að vera að gera þetta. Að vera að spreyja í rótina, þú veist. Og þessi lykt af því, þá finnst mér ég vera gestur í eigin líkama, því finnst það lykt. En þetta er rosalega að fyndi hvað fólk hefur mikla skoðanir á öðru fólki, svona hvað útlit snertir, sko. Í þau örfáu skipti sem ég fer á hárgreiðslustofur af því að yfirleitt nenni ég því aldrei, sko. Og bara svona út úr neyð, sko, ef þú veist, það er bara orðið eins og svona hálmur á mér hárið og þú veist, af því yfirleitt er maður bara klipptur eitthvað gert við mann í leikhúsinu. Já. En sko, þá til dæmis trúir því enginn að ég sé ekki farin að grána. Nei, þú ert mjög heppin. En sko, mamma var 61 árs þegar hún lést. Og þá var ekki eitt grátt hár í höfðinu á henni og hérna þegar ég kem á hárgreiðslustofuna og ég stundum fengi svona eitthvað skól eða eitthvað svona og þá segja ég svona, viltu bara sama lit þú ert með? Og ég segi, ég er ekki með neitt lit, þá fæ ég alltaf svona
svona aumkunarvert bara, þetta þinn litur? Þú veist, og halda sko að ég sé að ljúga þeim. Já, það ógeðslega fyndið sko. Að þú lifir í svona... Já, ég lifi í svona blekkingarheim, Já. þar sem ég svona segi ekki satt til það. En ég var að ætla að segja á þann, því ég held að þegar fólk heyri, þegar ég byrja að segja eitthvað, það vil ég alltaf heyra hvernig það endar. Já. Það hefur kona gert sér ferð yfir götu til þess að stoppa mig bara og segja litaðu á þér hárið, ekki gera þér þetta, ekki gera þér þetta. Hún var svona 20 árum eldri en ég. Nei. Jú, ég hef verið svona 35 ára og hún 55, 60 eitthvað. Hún var bara að ráða mér heilt og þetta var ekki af því hún væri illa við mig. Henni var mjög vel við mig. Og bara andum þig og þína velferð. Já. Þetta er... Ekki gera þér þetta. Halldóra, ekki vera með svona grátt hár. Hún kannski búin að vera svefnlaus út af þessi kona. Já, og þarna fékk hún tækifæri til þess að bara reyna að gera eitthvað, breyta heiminum til hins betra. Ok, glöð jól, hvað dettur þér í hug? Ég veit alveg hvað þú þarf að fara að segja. Já, það eru kertastjakarnir frá honum Ella, gullsmiði, til styrsta konukoti. Já, þeir eru mjög fallið. Það er bara ekki spurning að... Þetta eru svona litla kísur, þetta eru jólakettir, þetta er allt í kringum kertið. Nei, þetta er bara alveg málið. Þetta eru ótrúlega falleg jólagjöf. Já, og vefsíðan er glöðjól.is eða glöðjól.is. Allir að styrkja konukot. Veistu Dóra, heimurinn er alltaf að gefa mig vísbendingur það hvað ég með mikið athyglisbrest. Já. Og nú verð ég að segja frá þessu að því að það er ekki allir sem sjá þetta og ég get heldur ekki snúið kamerunni við til þess að sýna þetta en þú sér þarna í gluggahillinu sem er þarna fyrir aftan sem er með blóm þar er líka með Ajax brúsa. Heyrðu, þessi sem á notaðir fyrir viku síðan þegar þú varst að þrífa kattaskítinu. Já, skilurðu, þetta er svona en sko... Nei, 2 vikur, það er 3 vikur síðan. Já, það er svona 2-3 vikur og þessi Ajax brúsi er bara búin að vera þarna eins og stofustás innan blómin. En náttúrulega, svona gerir náttúrulega ekki fólk sem er ekki með... Og ég er sko búin að leita mjög víða þessum brúsa. Vegna þess að ég vissi að ég átti fullan svona spraybrúsa af Ajaxi. Einhvers staðar. Og ég er búin að fara í gegnum í þvottahúsinu, þar sem ég geymi yfirleitt hreingerningarvörurnar og ég er búin að tekka inn í baðskáp og ég er búin að tekka undir eldhúsvaskinum. Nei, en þá var hann þarna. Mér hefur bara fundist hann að vera með blómunum. Já. Ég veit ekki alveg. Heyrðu, en ég sé hérna að því við sitjum í andirinu hjá þér og þú ert með öll verðlauninu þín þarna upp á hillu. Já. Hérna verðlaun fyrir leik og svona. Ég er nýbúin að flytja við þangað. Já, ég nefnilega heyrði af því að einhver hefði sagt að þú mættir ekki hafa þau inn á klósti. Nei. Sko, ég var með þessa verðlaunagripi alla inn á baðherbyggi. Upp á hillu þar, vegna þess að sko, það er eiginlega mjög fjarri mér að ég myndi aldrei stilla þessu upp í stofunni. Af hverju ekki? Ég veit það ekki, mér finnst það eitthvað mont í því, skilurðu. Og þannig ég var bara með það inn á baði, því ekki vildi ég henda þeim að því að nafni mitt er á sumum þeirra, skilurðu. Nei, reyndar á öllum þeirra, þannig að það hefur verið mjög skrítið að henda þessu bara í tunnuna, þá hefur það líka verið eitthvað svona vanþakklæti, vegna þess að þetta eru náttúrulega bara viðurkenningar fyrir störf og maður á bara að geta tekið því eins og manneskja og verið þakkláttur fyrir það, en einhvern veginn samt fannst mér það ekki að vera í stofunni, þannig ég setta það inn á bað, en þá sagði hún Imma, vinkona okkar, Ingibjörg Magna, að ég ætti alls ekki að hafa þetta inn á baði. Vegna þess að, sko, já, það bara gæti komið í veg fyrir það að ég, Að þú hlyti meiri fram, það var eitthvað með að það sem er með inn á baðherbyggi, maður vill einhvern veginn ekki að það einhvern veginn búi til neikvæða orku í kringum það. Sko. Og þá að baðherbyggi sé stað þar sem maður er að losa sig við hluti. Já, sem maður er að losa sig við hluti og hreinsa út. Og þess vegna á ég geta að segja bara við alheiminn, heyrðu, ég vil bara frekari viðurkenninga fyrir mín störf. Já. Og því að hún vildi meina að það væri raunverulega það sem ég var að gera með því að geyma þessa verðlaunagripi þar. Þannig að þeir fengu nú að koma hérna. Já, en það stenst ekki því að Unnur Ösp og Bjössi eru með sína held ég líka inn á gestaklóstinu heima hjá sér.
En þau ég kannski vona bara þess ekki reið að ég segi frá því, Já. en þau eru búin að fá svo mikið af verðlaunum síðan að ég sá það, að þetta stendst ekki alveg. Já, sko, Þú meinar Ég þau veit verður búin að fá meira verðlaun. já, sko ég trúði Immu. Já. Já, þess vegna færði ég þau hérna fram. En það er líka bara plantað í því og þá hugsa ég bara, en ég nefnilega, hún sagði við mig að ég mætti ekki hafa Jesú inn á klósti hjá mér. Ég er með svona stóran haus af Jesú inn á klósti Já. og hann er svona bend á hjarta á sér. Já. Og mér fannst svolítið gott að hafa hann inn á baði því ég busta tennur, þá horfi ég á Jesú sem er svona á hillu og og hann bendur á hjarta og minni mig á að vera mild Já, í hjartanu. Já, góð við alla. Já, en hann var kannski á öðrum stað þannig að alltaf hann var svolítið dóminerandi, ég færði hann aðeins. En ég tók hann út af salerninu en ég sett hann aftur inn. Mér fannst þetta vera nefnilega, mér finnst baðherbergi vera helgidómur. Já, svona það sem maður þvær Lokar sér að sér og það er að því ég tók það í gegn á árinu, þá var það svo falleg. Já, þetta er svona herbyggið það sem er svona næst líkama sínum, kannski fyrir utan svefnherbyggið, skilur við, og það er náttúrulega ekkert ógæðislegt við líkamann, ég meina við þurfum bara eins og öll dýr að losa okkur við úrgang. Og það hiti í gólfinu. En það, sko, náttúrulega, Sko, baðherbyggið hennar Dóru er náttúrulega minnsta spa í veröldinni, en það er svo fallegt hjá henni. Hún er búin að gera það svo geggjað. 4 fermetrar, dýrustu fermetrar Já, bara veraldarsögunar. Í veraldarsögunar. Já, og það er svo fallegt þarna inni að sko, þegar maður kemur inn á þetta bað, þá vill maður helst afklæðast. Já. Og bara vera. Já, leggjast á gólfið af því að það er svona hlýja. Það er svo hlýja. Já. Svo langar mann að þvo sér hendurnar, svo langar mann að setja á sig einhver góð krem, fara í sturtu og svona mild bleik birta þarna. Já. Það er svona eins og maður sé bara í sko, svona í einhverju svona Ævintýralandi. móðurkviði. Já, sko. svona eins og bleika peysa sem Já, út í núna, svona fallegt og Já. bleika fjörun. Á ég að sækja bók. Já, Já. endilega. Af því að Af því þetta podcast mástu Já. er um Á ég að bækur. hendinni. Það er svo gott að við reynum að rifja upp á Já. hvað þetta podcast er. Já. Sko, ég er með bók núna og það er svolítið skrítið af því að síðasta bók sem ég kom með var líka barnabók. Ég er aftur með barnabók. Ok, hvernig er þetta að vera með svona bleika fjöður í hárinu? Það er mjög fín. Flott. Það dregur svona erlenda strauma inn í podcastið. Smá karneval. Já, en bókin er erlend. Okay. En hún tengist jólunum. Ok, Og- getum við haft einhvern leik? Já, Er hún frá Evrópu? já, Ok, er hún þýdd á íslensku? já. Er þetta land sem er nálægt okkur? Mér stöld lönd svolítið langt frá okkur. Er þetta í Skandinavíu? Já, Er hún... Skandinavíu, það er bara 2 lönd í Skandinavíu. Hvað mennur þau? Bara Noregur og Svíþjóð eru Skandinavíu. Er hún frá Svíþjóð? Já, fyrirgefðu. Ok. Fyrirgefðu! Hvað á maður að gefa þeim sem á allt? Maður á að gefa þeim gjafakort frá Icelandair. Nej, men Ja. så ska vi se vilken bok Ja. du har tagit med Men- här idag. Ja, men Ja. den boken här, Ja. den, Vad heter den? den heter Jola Gruttorin. Jolagröten! Ja, Jola Gruttorin. Okej, så är det en hel bok om Risalaman eller va? Ja, vad trevligt. Og ég kem með hana af því Alltså, að, vet du, kan era bort i jolagröten? nei, af því að ég hef verið að henda svo mikið undanfarin ár, en þetta er ein bók sem ég bara vil ekki henda því ég las hana svo mikið fyrir börnum mín þegar voru lítil. Ég ætla bara að sína þessa bók hérna, þetta er náttúrulega greinilega barnabók, Þorsteinn frá Hamri þýddi. Það er Sven Nordqvist sem skrifaði boken om jólgröten. Ja. Og þá er þetta sem sagt, og það eru, að því að við erum með jólasveinana og getum lesið jólasveinabækurnar okkar og allt svona, þú veist, en mér fannst þessi skemmtileg, hún var ekki svona vitleysisgangur, hún var bara ævintýri og álfana, þetta eru sem sagt sænskir álfar sem eiga heima húsálfar, búálfar og ég veit ekkert tradisjónur í Svíþjóð, en það er eitthvað með að börnin í húsinu þar sem búálfarnir eiga heima og allt eru míníatúrar og þau hlaupa upp á stofuskápunum og í gegnum veggina og eru hrædd við köttinn og allt þetta, þú veist.
En hérna, allt gengur út á það að það þarf að mannfólkið verður að sitja jólagraut út á tröppunar á jóladagsmorgun eða aðfangadagskvöld fyrir húsálfana svo þeir passi húsið allt árið. Og það, Þetta er nú pínu svona eins og við skiljum eitthvað eftir fyrir jólasveinana okkar þegar við erum að, þegar þeir koma til að gefa börnunum okkur í skóginn. Já. Skóginn, ekki satt? já, þannig að þetta fer alveg inn í sko, ég tengi rosa vel við þetta, ég tengi við búálfana. Af því að ég sem barn þá bara trúði ég á allt svona. Sástu einhvern tímann alveg? Nei, Kommi bróðir sá búálf og hann lýsti því þannig fyrir mér að mér finnst þess að ég hafi séð hann líka. Hann labbaði bara yfir gólfið í herberginu hans, undir skrifborðinu hans og hann var svo sannfærandi þegar hann sagði frá því og hann bjó ekki til fleiri sögur, það er bara ein saga af búálf þar sem hann sá álfinn og ég er alveg viss hann segi satt, ég er alveg viss hann sá álfinn. Ég þekki alveg, sko, ég hef ekki séð álf, en ég hef hins vegar séð einhvers konar ljósveru og það var vera, alveg klárlega. Og hún var rauð og þetta var svona eins og höfuð, sko, svona rauð kúla og svo kom bara eins og svona pils, skiljum við. Svona eins og þríhyrnd sem svona sveiflaðist og hún sveif í loftinu. Og ég hélt fyrst þetta var eitthvað endurblik frá glugga og sólskinn úti, að það væri að speglast í einhverju. Skilur, ég hélt fyrst þetta væri sko ljós að svona flökta, að dansa. En svo þegar ég færði mig aðeins til og skoða hana, þá hreyfði hún sig, sko, eins og vera og ekki bara til og frá eins og ljós hefði gert á vegg og hún var ekki að endurkastast á neitt, hvorki á vegg eða neitt, hún var bara í loftinu. Og hvernig var þetta? Þetta var fyrir 3 sumrum síðan, norður á Ströndum. Og þetta var bara einhvern veginn ótrúlega mikill svona kærleikur og hlýja og einhver ást og bara eitthvað svona, hvað ég var að segja, það var eitthvað svona alveg bara svona ótrúlega svona viðkvæmt og ævintýralegt við þetta og þetta var alveg, ég bara einstakt, sko, ég eiginlega bara svona kemst við þegar ég hugsa um þetta því að mér fannst ég svo blessuð mér fannst ég svo heppin að fá að sjá þetta. Og ég meina eftir þetta, ég hef alltaf haft töluverðan grun það að ekki sé allt sem sýnist. En þarna fekk ég bara alveg, ég fekk bara að sjá það. Skilur, það var rosalega gaman. En í þessari bók, það sem plottið í bókinni, gengur út á það að gamli búálfa-afinn og pappinn, þeir eru sko stolt búálfana, að húsbændurnir í húsinu séu ánægðir með störfin þeirra. Af því búálfarnir eru alltaf að laga eitthvað, koma í veg fyrir að kvikna í húsinu. Þeir eru að koma í veg fyrir, þú veist, þegar gló fellur út á gólfið, glóð, þá koma búálfarnir og koma í veg fyrir og þú veist, þeir eru bara, það er rosalega mikið að gera hjá þeim í hlutum sem við höfum ekki hugmyndum að þeir eru að gera. Og búálfafjölskyldan alveg á taugum að mannfólki sem orðið svo upptekið af pökkum og glensi og svona að þau gleymi að færa búálfunum jólagrautin af því að fyrir búálfapappa eða afa þá það merki þakklæti húsbóndans eða fólksins í húsinu. Þannig að sagan gengur út á það að þau eru án þess að pappinn viti eða afinn, þegar pappinn, þá eru þau að reyna að ná sambandi við mannabarnið, eina mannabarnið sem getur séð þau til þess að minna mannabarnið á að fara með skálina út á og samt má fólki ekki sjá þau af því að þá eitthvað og bla bla bla. Þetta er kennslubók í þakklæti, Halldóra. Já. Þetta er það, skilur við. Kennslubók í þakklæti. Ég meina þetta er náttúrulega ástæðan fyrir því að sko að þakkargjörðarhátíðir eru haldnar og þetta er líka ástæðan fyrir því að mjög trúaðir fara með borðbænir sem ganga bara út á það að við þökkum fyrir það að hafa mat á borðum og að jörðin gefur okkur
hluti sem við getum næst á til þess að viðhalda okkur og svo framvegis. Þetta er rosalega fallegur siður, sko, skilur við, og líka bara innræting að, þú veist, kenna fólki að taka ekki öllu sem sjálfstæðum hlut. Ég meina, það er stór hluti mannkyn sem aldrei fær neitt að borða, aldrei neitt á disknum þeirra enn með eitthvað trós, skilur við, þannig að þetta er greinilega kennslubók í þakklæti. Og sko, nú er þetta líka svona ákveðin innræting í þessu, skilur við, og það er annars, bara þess að ég pikk upp þú ert að segja mér þetta núna, að börn eru þetta, það eru bara börnin sem sjá og það eru svona moment. Ég meina, öll börn fæðast náttúrulega í bara, þú veist, í skyggnini. alveg opinn, skilur við, svo eru við að eyðileggja þau alveg frá fæðingu, bara vinnum baki brotni við það að eyðileggja þau. Heyrðu, já, það var svona að búálfarnir sjálfir fara inn í veisluna, stela grautnum og verða ná smjörklípu af því að hann mælir þakklæti líka með smjörklípunu sem er sett hún á grautin. Og hérna sérðu, hér sér barnið mömmuna. Þegar það er mamman og sonurinn og stelpan sem eru að redda þessu svo heimilshaldið hjá búálfunum fara ekki á hliðina. Einmitt. En þú sér það hún hérna. Þau hlupu aftur að borðinu. Stóll húsmóðurinnar var auður. Sjálf stóð hún þar hjár og starði óttaslegin á klukkuna. Búálfamamma klifraði upp á stólinn og þaðan upp á borðið. Til allrar hamingju var smjörið þarna. Á þess að gefa sér tíma til að litast tók hún væna klípu á smjörhnífinn og þeytti henni ofan í grautinn. Þá varð hún þess vör að Anna horfði á hana. Litla stúlkan sat þarna við borðið og hafði séð allt sem fram fór. Enginn, ekki einu sinni pínulítill búálfur getur staðið og slett smjöri fyrir framan augu á 4 ára telpu án þess að vera staðin að verki. Augu þeirra mættust rétt sem snöggvast í hljóðri andrá, en svo hvarf búálfakerlingin niður á gólfið og út í einni svipan. Vá. Þá segir stelpan, í fyrstu sá Anna ekki hvað það var sem kvikkaði þarna kringu smjörkúpuna, en þegar hún áttaði sig á því, starði hún sem steini lostin. Loks sagði hún, mamma, það var búálfur hérna og tók smjör. Í sama bili hætti klukkan að slá. Allir byrjuðu aftur að masa hver í kapp við annan, settust í sæti sín og héldu áfram með grautinn. Hvað varst að segja, góða mín, sagði húsmóðurinn. Nú er mér nóg boðið, sagði húsbóndinn. Hvað er orðið af grautnum mínum? Hefurðu falið hann, Andrés? Nei, ég hef ekkert gert af mér. Það voru búálfarnir, sagði Anna. Ég sá búálfakellingu. Hún tók smjör og henti því í grautaskálina. Og svo sá ég annan búálf. Þau hlupu út með grautinn. Þarna út. Hún benti í áttina á útidyrunum. Húsbóndinn horfði á litlu dóttur sína með uppgerðar undrun og kinkaði kolli eins og hann skildi alvöruna í málinu. En bros lá í leini undir yfirskegginu. Sko fyrirgefðu, Já. þetta er það sem við fullorðna fólki erum alltaf að gera. Sko Dóra, ég held þú þurfir ekki að hafa neina ágjörð af þessu. Hérna inn á Alfreð, þá gætur þú til dæmis, heyrðu, jólavinna í dreifingarmiðstöð. Já, það var eitthvað af því að þá liði mér ekki eins og ég verið föst. Nei, þú verður svona að dreifa. Sko, ég held að hvert einasta barn sem kemur í heiminn sko, þú veist, er að reyna að minna okkur á að, þú veist, vera nær okkur, sko. Og þau, börnin, sjá lengra en nef þeirra nær, skilurðu, og við ættum raunverulega að vera að taka upp allt sem þau segja. Já. Og þú veist, ekki einmitt kinka góðlátlega kolli þegar þau segja eitthvað furðulegt, heldur taka því sem merkilegum upplýsingum og reyna að vinna með þær, skilurðu, þannig að þau eru að tengja okkur inn í sko alheimstenginguna sem að þau eru ennþá með, af því þau eru bara sko, þau eru nýjasta sköpunarverkið, af því alheimurinn er alltaf bara að búa sér til, skilurðu. Og þá förum við aftur. En þá erum við alltaf, hvaða vitleysa? Já, elskar mín, já, hvað grútlegt þetta sem að sagði þetta, það var svo grútlegt sem að sagði, skilurðu. Við slum að hætta að vera svona. Já. Ég held að mannkynni verða Nei, ég er alveg þarna líka. Hérna, og jólin, af hverju eru það á hverju ári, það er náttúrulega upplýsa sólarinnar og allt þetta, en þú veist, að minna okkur á að þau eru stærsta gjöfin. En sko, ég er alltaf, þú veist, ég er með upplýsingar, ég er með upplýsingar úr, hérna, þessar sólkerfinu. Já, ok. Sem sagt, sólin, veistu hvað hún er? Nei. Hún er bensínstöðin okkar. Já.
vegna þess að sko, þú veist, lífsneistin í okkur eða bálið sem brennur inn í okkur. Ég að spegla hana. Já, það speglar sólina sko. Og þú veist, ástæðan fyrir því að við hörfum undan sólinni, það er bara, þú veist, sko, hún er lífgjafinn okkar. Sólin býr til allt lífið á jörðinu, hún gerir það verkum að allt vex upp og allt sprettur. Og þegar við deyjum, þá förum við aftur inn í sólina. Þá förum við aftur inn í sólina, inn í alheimslogan og svo er það bara, ef við viljum og ef við þurfum á að halda, þá ákveðum við að verða aftur hluti af sköpunarkraftinum og við veljum, ég er alveg með þá hreinu að ég valdi að fæðast og vera ég sjálf. Og ég er alveg vissum að þú valdir að vera þú. Og við völdum að lenda í öllum þeim hremmingum sem við höfum lent í og líka öllu því skemmtilega sem við höfum lent í. Vegna þess að við vildum prófa þetta og við vildum prófa hitt, við vildum þú veist, njóta the human experience, að vera manneskjur, en sko bara, en alveg til fulls, með öllu því góða og öllu því erfiða, skilurðu, af því ég held að við séum bara, sko, í stanslausum skóla á jörðinni. Já. Ask yourself, who am I and what am I doing? Ok, á ég að segja þér, ég er nemandi í alheiminum. Og ég valdi að koma hinga á jörðina og ég valdi að prófa hvað ég gæti þolað mikla gleði og mikinn sársauka. Já, í sama líkamann, Í eða sa- í sömu í- til. já. Já, þú ert. Ég valdi það, Já. sko, ég valdi það. Já, mikla gleði og mikil Já, átök. ég vildi prófa að lifa alveg til fulls, sko. Fá að lifa bara ýmislegt alveg mjög erfitt og hræðilegt, en fá líka að upplifa alveg sko bara svona óendanlega kæti og hamingju og svona fullnægju. Það er ég. Það ert þú. Og nú ætlum ég aðeins að spila hérna eitt stef. Ég veit að þú ert búin að vera með flautu, en það geta fleiri spilað á flautu en þú. Ok, lát heyra. Hvers konar flauta er þetta? Þetta er bara, Sleðaflauta. já, sleðaflauta. Já, og hún hljómar svona. Ég var að velta það fyrir mér hvort ég ætti að bóka á Hörpu, Já, Eldborg, já. og halda tónleika á þessu flautu. Já, það allavega, þú tækir allavega fjárhagslega áhættu með því. Það er ofsalega dýrt En að... það væri þá eitt af því til þess að koma á jörðina, til þess að prófa meira fjárhagslega áhætta. Sko, Þú rosalega ert að leggja held ég 1,5 milljón sem tryggingu fyrir salnum. Þú ert að tala um Eldborgarsal. Að sjálfsögðu Eldborg, já. já. Og örugglega eitthvað að því er ekki afturkræft. Það er alveg trygging, sko. Já, og svo náttúrulega, þú veist, bara ef ég vil hafa ljós í salnum, þá kostar það, þú veist, 500.000. Ef ég vil hafa miðasölu, þá er það 500. Þetta er alveg sko stoppkostnaður upp á svona 7 milljónir. Já, ok. Og svo kem ég bara inn á sviðið með flautuna. Og þú verður að hafa meira en eitt lag, af því að annars bara fólk... Flott. Ertu með þema? Verður með þema? Verður þetta þematónleikar? Já, kannski rómantísk lög sem ég myndi spila á þetta. Já, og svo talar á milli. Ég gæti alveg gert það. Já, einmitt. Gætir tengt saman verkin. Já. En þetta er til dæmis eitthvað sem að minnst það er gaman að prófa svo ég alveg myndi þetta að fyndi. Já. Ég var að hugsa, ef maður ætti nógan pening, væri maður ekki að gera meira svona? Ég meina, ef ég ætti það er bara svo astnalegt að allt kosti svona ógeðslega mikið pening. Já, en þeir sem eiga þá svona mikið pening, af hverju eru þeir ekki að gera þá meira svona skemmtilegt? Svona, já, af hverju eru þeir bara svona safna peningunum? Já, af hverju bara panta þeir ekki sal og eru með tónleika? Einmitt. Það er náttúrulega, af hverju ættu við hin að koma? Þeir ættu náttúrulega að gefa okkur frítt inn. Af hverju ættu við að nenna?
En ég er búin að fatta eitt, að ef maður á bara marga litla reikninga, þá getur maður átt marga litla drauma, þú veist. Já. Já, þú veist, ferðalagasjóðurinn. Einmitt, sumarbústaðasjóðurinn, barnasjóðurinn. Nýsófasjóðurinn, skilju. Til dæmis, já, og frábær kaffivélsjóðurinn. Nákvæmlega. Og þetta kendi Íslandsbanki mér. Vá! Heyrðu, við eigum vinkonu, sameiginlega vinkonu, sem að læra íslensku í háskólanum og er bandarísk. Já. Og hún fekk verkefni daginn að taka viðtal við einhvern, þannig hún tók viðtal við mig. Já. Og, Á íslensku. Á íslensku og nú er hún sem sagt, og svo þurfti hún að flytja þetta fyrir bekkin og það er bara, já, ég á vinkonu, hún heitir Steinunn Ólína, hún er leikkona og hún á pappa sem gerir þetta og átti pappa sem gerir þetta og mömmu sem gerir þetta og hún hefur gaman að þessu og þessu og þessu og þessu. Og svo þarf hún að flytja sem sagt einhverja svona ræðu mig Já. á sem sagt þegar hún er að fara í einhvern jólapróf. Já. Og við vorum að fíblast með í gæra og hún myndi fara að segja svona alveg hræðilega hluti um mig. Já, hún heitir Steinunn Ólína, hún er leikkona og starfandi vændiskona. Hún á 4 börn og mjög vond við þau öll. Hún á 3 ketti, gefur þeim aldrei að borða. Hún er mjög leiðileg og vond við vini sína. Og okkur fannst þetta svo ógeðslega fyndið í gær. Og svo náttúrulega þarf hún líka að tala um kærastan sinn, sem er líka sameiginlegur vinur okkar. Og hún var líka búin að finna það að geta sagt að hann væri vændismadur og væri alltaf að stela bílum og stela frá fólki alls konar dót. Og svo var þetta orðið svo fyndið, við vorum að tala um þetta í gær, að mér langar svo hún gerir þetta. Vá, Fór hún í prófið í morgun? Nei, hún var í öðru prófi í morgun, en hún er að fara í próf hérna rétt fyrir jólin. Hún verður að gera þetta og hún verður að taka þetta upp. Já, en finnst þetta ekki fyndið? Þetta var með mjög... Þetta getur líka bara búið til svona skemmtilegt andrúmsloft í háskólanum. Ég held að þetta myndi bara gefa svo mikla gleði inn í daginn hjá prófdómarunum. Já, ég held það. Ég er það sem ég var að hugsa um. Ég er aðlega að hugsa um prófdómaruna. Þeir getur fyrst orðið svona ekki bara, ég talaði við Íslanding sem að vinnur í háskólanum. Hún er glöð, alltaf með fjölskylduna sín. Þú veist að það sé eitthvað... Það væri miklu, já. Steinunn Ólína er leikkona en líka vændiskona. Hún borða hundakjöt á sunnudagar og nennir aldrei að taka til. Mjög löt og leiðileg. Ó, mér finnst þetta svo góð hugmynd. Finnst það ekki? Mér finnst þetta frábær hugmynd. Ég er að mana hann í þetta. Já. Hvað þarf að gera við þessa bók? Ég veit alveg að mér langar ekki að hendinni. Af því ég á svo mikið af barnabörnum. Já, er þetta ekki einmitt eitthvað sem hún lest þér í barnabökin? Börnin jólina? Jú, þetta er nefnilega svoleiðis bók. En mér langar samt að tala um hana og En hún er falleg og það er í henni svona þessi náttúrutrú og það er í henni að ekki sé allt sem sýnist og manneskjurnar séu nú ekkert einu svona hugsandi verurnar á jörðinni, heldur séu bæði álfar og tröll. Ég meina, ég er alveg sannfærð um það og það eru álfar og tröll og vættir, allt í kringum okkur. Og ég held reyndar ég held að allt þetta gengi sem að bara kannski börn sjá og heppinn fullorðinn einstaklingur. Ég held að þessar verur séu allar vinveittar okkur. Það held ég líka. Ég held að sé með okkur í liði. Alveg. Ég hef samt einu sinni að koma eins og kona heim til mín þegar ég átti heim í Skerjafirði. Hún sagði, það eru tröll hérna á þessu svæði í Skerjafirðinum. Og ég var bara, ok, mitt. En það... Sagði ok, að því fannst hún vera klikkuð eða því þú varst hrædd við tröll? Nei, ég kunni ekki segja ok þá. Þetta er svo langt síðan. Það var ekki komið inn í málhefð Íslendinga því ok. En ég hef meira sagt svona, aha. Mér fannst nú vera að planta ótta í mig, þannig að mér myndi ekki finnast viðkunnanlegt að vera þarna. En málið var að ég var alltaf á leiðinni burtu þannig að ég gat líka nota þetta sem einhvers konar nesti fyrir mig til hreyfings. Ok, ágætur hlustendur. Jú, Halldóra bjó tíma í Skerjafirði en flutti þaðan vegna þess að kona sagði að það væri tröll í Skerjafirðinum. Þetta gæti líka orðið frétt. Já, ég ætla líka að biðja fólk að halda þessu bara fyrir sig
Já. hvað hún Halldóra trúir mikið á tröll. Já. Já, þetta var í fyrsta skipti sem ég hugsaði tröll sem eitthvað sem á Reykjavíkursvæðinu. Já, en tröll eru samt sko, þau eru samt svona aðalvættir á Íslandi sko. Já, hvað gera tröll? Já, sko bara, nei ég meina bara hugsaðu það. Að vera tröll, þú ert rosalega stór, þú ert rosalega máttugur, þú ert hugsanlega úr grjóti eða einhverju svona steintegund. Óbóðslegu vilji og Og kraftur og geta og þola öll veður og svona, ég held að tröllin séu sko svona, já og sko reyndar, sko ef maður hugsar út í það eru svona ýmsar manneskjur sem maður hefur kynnst á lífsleiðinni sem líta pínlítið út eins og tröll. Já. Þú veist, það fólk sem til með svolítið svona litlar hendur en svona sterklega fingur, svona dálítið svona kringluleit nef og dálítið svona tröllsleg í framan, svona svolítið grófa andlitsdrætti. Slíkt fólk getur verið mjög fagurt í þetta fram. Já, og svo til fólk líka sem manni finnst vera geimverur. Já, það er alveg sértegunda fólki. Þau eru svolítið eins og Og þessu gegnsæ. svo náttúrulega fólk sem alveg hreinlega eins og það sé bara álfar. Já, svo er fólk sem eru álfar. Já. En ég ætla að segja eitt með þessa bókina sem ég Já, kom með, já. Jólagrauturinn, að hérna, ég var ekki búin að lesa hann aftur áður en ég kom, en hún kemur upp úr jólakassanum á hverju ári og hérna, ég mun að skreita. Nei, ég náði í kassan til að ná í bókina. Okay. Hérna, ég mundi ekki plottið fyrir ég byrja að fletti henni og þetta segir svolítið mig. Bækurnar sem ég kem með hingað, ég man eiginlega aldrei hvað þær eru. Ég man bara tilfinninguna sem skilja eftir í mér, en ég man aldrei söguþræði eða, þú veist, ég hélt að þau hefðu þurft að plata barnið til að láta sig fá grautaskál, en þau þurftu sjálf að stela grautnum, álfarnir, en það var barnið sem að sá þau. Skemmtilegt hvernig þú varst bara svona alveg frjáls í því að ljúga mér hvað gerist í bókinu og svo var það rangt. Já. En þú varst auðvitað ekkert að ljúga. Svona er minn okkar og maður skildi hafa það hugfast. Já. Þegar maður til dæmis að rifja upp eitthvað með öðrum og aðrir muna það öðruvísi, að minni manns er ekki alveg á það treystandi. Nei. Vegna þess að það er eitthvað sem gerist að við hagræðum því sem gerist til þess að geta búið betur með því. Já. Það er stundum það sem við gerum og það er ekkert rangt við það og það er ekki að því að við séum óheiðarleg eða neitt, það er bara einfaldlega stundum eru atvik, atburður á þá vegu í lífinu að við verðum einhvern veginn aðeins að nota ímyndunaraflið og hugan Til að lifa það af og laga það eins til þannig að það sé bærilegt í sko minningakistunni. Og svo er maður stundum bara vantar mann margar breytur sem voru í aðstæðunum sem maður veit ekki um. Ég meina hlutir sem að maður upplifir sem barn, svo heyrir maður fullorðið fólk tala sömu hluti, þá allt í einu fattar maður bara, maður skildi ekki situasjónuna eða maður skildi hana allt öðruvísi og fullorðna fólkið var ekki næmt á það hvernig maður upplifði það heldur. Skilur, ekki að illvilja eða neitt slíkt, en það bara, þú veist, bara skynjunin er önnur sko. Eins og bara svona, þegar mamma sagði við mig á leiðinni í leikskólan og nú er ég búin að borða svo mikið að ég er að springa. Já. Og Þú varst í alvöru hrædd? Já, ég var bara allan þann dag, bara í öngum mínum. Að ég vissi ekki hvort að mamma væri sprungin þegar ég kæmi heim. Vá. Ég man þetta. Og það var svo mikil uppgötvun þegar ég kom heim og hún var ekki sprungin. Já. Og þarna skildi ég að þetta væri bara eitthvað sem maður segir, en þetta er ekki eitthvað sem maður gerist. Þetta minnir mig á mjög svipaða endurminningu, svona svolítið erfiða. Það var barnabók sem að mamma átti sem að hét Jakob ærlegur og hún var strák sem ólst upp á fljótabát með móður sinni. Og móðir hans var sko rosalega drykkfelld. Rosalega drykkfelld. Var þetta barnabók? Þetta var barnabók, Jakob ærlegur. Og hún var svo drykkfelld að það kviknaði í henni.
og þetta til í alvörunni. Fólk getur orðið svo gegnsósa af áfengisdrykkju, að etanóli, að það verður til sjálfskviknun og það kviknar í fólki. Og móðir mín drakk nú vín eins og ýmsir gerðu og stundum illa og stundum allavega hana, en ég meina hún drakk náttúrulega aldrei svona mikið eins og móðir Jakobs alveg. En ég hafði stundum af því verulegar áhyggjur ef að, þú veist, var haft vín hönd, að það myndi hreinlega kveikna í henni. Já. Hugsaðir. Svona hugsa börnin. Já. Þannig að ég ætla aldrei aftur að segja við börnum mín, ég er svo sött, ég geti sprungið. Þau reyndar orðið 16-17 ára þessi yngsti. En maður veit aldrei. Nei, maður veit aldrei. En ég ætla að spyrja pendúlinn, bara að því að hann vill vera með. Já, þetta pendúlinn verður alltaf að vera með. Hann er okkar besti vinur. Hann er okkar besti vinur. Pendúllinn, hann segir mér hvernig. Alltaf satt, hann segir mér alltaf satt. Hvernig segirðu já? Það gerir svona, og hvernig segirðu nei? Það gerir svona, takk fyrir. Ég skil ekki af hverju þú ert alltaf að spyrja pendúlinn að því hvernig hann segir já og hvernig hann segir nei. Hann segir alltaf eins já og nei. Réttsælis já, rangsælis nei. Ok, kæri pendúll. Á ég að henda henni? Nei. Nei? Nei. Þegar ég er í vandræðum, þú veist, kringu jólin, versla, blu, já. Þá ferði í Skeifuna. Í Hagkaup. Ég veit það. Og þar fæ ég fæ gjöf fyrir börn, það er barnadeildin þar. Ég fæ náttúrulega allt sem vantar í mat og allt svoleiðis. Ég fæ líka alls eins svona sem vantar í eldhúsið. Heyrðu, daginn þá fékk ég fjólubláan maskara í snyrtivörudeildinni, að því ég er með dellu fyrir fjólubláum og ég náttúrulega elskar snyrtivörudeildina líka. Ég kaupi alltaf eitthvað þar. Já, þetta er bara, ok, Hagkaupskeifunni, The Secret Garden. Auðvitað á ekki að hendinni. En þú veist, þú ætlaðir aldrei að hendinni og þú ætlaði skrítið að hafa komið með hana í þátt sem heitir Á ég að hendinni. Já, en samt ekki. Mér langaði svona í desember að tala þetta. Mér langaði nú bara... Þakklæti. Og ég setti, af því las þessa bók fyrir börnin mín, það voru nokkur jól þegar þau voru þeim aldrei að við settum grautin út á tröppur. Skilur, af því að það má alveg búa til nýjar jólahefðir. Mér finnst þú að byrja aftur að því. Já. Fyrir að þakka alheiminu fyrir að þú eigi nógan mat jólin. Já. Heyrðu, og ég ætlaði bara, að því ég tók hérna dauðan með okkur sem er hérna á þessu púðaveri. Þá ætla ég bara að segja til þig, Dóra, venduðu við það, þú munt einhvern tímann deyja. Já, einmitt. Já, en það er allt í lagi, því þá ferð inn í sólarljósi. Já. Skilurðu? Og þú veist, og það er bara geðveikt gaman í sólarljósinu, það er bara eins og í sól. Það er bara, æðislegt stuð, bara æðislega hlýtt og yndislegt og fagurt. Ætla sé erfitt að fá að koma til jarðar aftur. Ætla sé fleiri sálir eða erum við bara öll eitt í sólinni? Við erum öll eitt í sólinni. Og geislarnir, ég bara hugsa hverjir fá að velja sér, hvað geislar fá að velja sér líkama eða ætla það sé röð af geislum sem er að leita sér líkum? Ég held það. Ég held það sé bara biðröð í að fá að fara á jörðina og gera alls konar hluti, sko. Ég meina, þú veist, einhver orka bara valdi að koma og fá að vera svona sófi. Já, einmitt. Af því þetta er allt bara orka. Já, af því fyrst var þetta tré sem kom på jörðinni. Og þú veist, einhver orka valdi að fá að vera köttur og við erum bara öll sköpunin að leika okkur að vera sköpunin. Nei, heyrðu, ég ætla að fá að vera límrúlla og vera til sölu í Bíkó. Jisk límrúlla. Límrúlla. Ég ætla að fá að prófa að vera svoleiðis. Sumir vilja bara svoleiðis upplifun af tilverunni. Þú veist, við veldum að vera manneskjur og við veldum að, þú veist... Að skemmt okkur konunglega. Nákvæmlega. Takk fyrir samveruna. Takk fyrir samveruna. Þetta er komið gott í dag. Bara allir elsku stuðningsaðilarnir okkar, við þökkum þeim líka fyrir að vera með okkur. Því það er svo gott. Nei, það gerir það verkum að við getum gert þetta og skemmt okkur konunglega. Já, og vonandi þeir sem, ef við vitum að þeir sem hlusta, þegar við erum komið með svona marga þætti, það er af því að þeim finnst gaman. Já, nákvæmlega. Og svo mega þeir auðvitað að segja öllum vinum sínum frá því líka. Já, því að... Vegna þess að við erum í trúnaðarsambandi við ykkur sem eru að hlusta. Þessi þáttur hefði getað heitið Trúnó. Já. Það er bara svona ótrúlega frísilegt. Já, það er engin nefnt að hlusta. Nei. Bara á ég að hendi það. Halda allir að ég eða þú séum að fara að henda hvor annari. Þess vegna er fólk að hlusta. Þið eru gefin fyrir drama. Takk, bless.